Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is. Jósera fullkomið hundafóður fyrir alla hunda. Velkomin í Mótorhaus. Þetta kvöldið ætlum við að taka þátt í flugdeginum á Akureyri. Verið velkomin í Mótorhaus. Við ætlum aðeins að kynnast flugdeginum og ég að fara degi í þessu. Try to hit me in the gut, thinking that I won't react. See what you didn't know, bruises that I'll never show, slipping on your every jab. So tighten up your fist, step into the ring with this. I hope your mama's got your back. First round, you thought you would've knocked me down. Fifth round, bleeding out the side of your mouth. Final round, pulling the sound of my name in the crowd. Flugdagurinn hefur verið hugsaður sem slíkt sem hluti af starfsemi flugsafnsins að það sé lifandi starfsemi á safninu þar sem við draugum flugvélarnar út og fáum aðra til að koma og vera með okkur og fljúga. Og þetta hátíð sem búin að vera í gangi í mörg ár eða? Já, flugsafnið stofnaði 1999 og flugdagurinn haldinn 2000 og það hefur verið haldið með smá hléum allan þann tíma. Og þetta semst greinilega vel sótt og vinsælt sport. Já, og við erum að bjóða fólki náttúrulega að koma upp að vélunum og inn í þær sumar og sem að hefur náttúrulega breyst svo mikið núna með því að öryggisráðstafanir á flugvöllum allan heim eru þannig að menn fá ekki að koma nálægt flugvöllum og starfsemi flugsafnsins er hluti af því að leyfa mönnum að koma við flugvélarnar. Og þetta er hluti af því að fá þær og sýna það sem þeim verður hannaðir til að gera, það er að segja að fara í loftið og fljúga. Nú lítur þú að vera flugdagskall sjálfur, er það ekki? Aðeins. Aðeins, maður. Áttu eitthvað hérna sjálfur? Nei, ég er einkaflugmaður og er bara í klubb en hef verið með alveg endalausan áhuga síðan ég fæddist á flugsögu. Þannig að ég tengist frekar inn í flugið upprunalega þannig og er svo með réttindi til að fljúga líka lítilli vél í góðri veðri á sumrin. Hver er svona dagskráin í grófum dráttum á flugdeginu? Það er yfirleitt alltaf á flugdegi svona hópflug og við reynum að sýna svona ólíka hluti eins og litlar og gamlar vélar eins og þessi vél fyrir aftan okkur flýgur með að því hún er svo gömul, hún er 1937, þetta er elsta flughæfa flugvél á Íslandi í dag og síðan erum við með listflug þar sem er svona meiri læti og hávaði og slíkt. Og í dag kemur hérna Poseidon-vél frá bandaríska hernum sem við sjáum í fyrsta skipti og er að taka yfir hérna Kapotaleiti kringum Ísland
og við fáum skilst mér vonandi að fara inn í hana á eftir og hún er sem sami skrokkur og Boeing 737 eins og Maxi 9 sem að Icelandair er að taka í notkun. Safnið hérna sem við erum núna inn í er byggt 2007 og við tókum þessa byggingu í notkun hérna sumarið svona hálfkláraða og þannig að það er 11 ár síðan við komum hingað inn. Vélarnar sem eru hérna inni núna eru annars vegar varanlega komnar til þess að standa hérna, þess munu aldrei fljúga aftur eins og þessi Fokkerinn hérna og þyrlan og fleira, en fyrir framan Fokkerinn þar eru allt saman flughæfar vélar sem að við notum á svona dögum eins og í dag þar sem að við erum að halda flugdag. Nú erum við að ganga hérna upp að þristinum. Hann flýgur því miður ekki núna í ár vegna þess að það er pínlítið sem að vantar af slökkutæki til þess að inn í mótorna til þess að með í fljúgunni. En ég er óalega stoltur af þessum stiga hérna því ég gerði hann upp í vetur og límdi hérna á hann límmiða. Þetta er Þristavinafélagið, það er semst félag sem á vélina, ríkið gaf Þristavinafélaginu vélina og það rekur þetta áhugamannafélag. Og vélin er frá 1942 og það sem er kannski gaman fyrir svona mótor áhugamenn er að það er 1260 hestöfli í hvorum mótor og þeir eru samt ekki mótorarnir nema 400 kíló, stjörnuhreyflar. Og það sem er gaman að þegar við stöndum hér er að horfa á þessa skrúuraðir sem eru hérna. Það halda sem 360 skrúur vængnum á. Og hann er hannaður þannig að það geta 11 menn tekið hann út af og skipt væng út á battlefieldinu sko. Þetta er allt hannað þannig fyrir hernað. Og ef þú finnur annar væng þá bara setur hann á út í hvað sem það ert. En hún er með svakalegt eldsneyti, hún flýgur á flugvélabensinni. Það eru 200 gallón á tankarinn, hún tekur 800 gallón af bensíni sem kostar margar milljónir í dag. Nú hérna inn í henni var tankur sem að er búið að taka úr núna og því séu að gólfið hérna er núna bara bráðabirgðar crossfit-plötur. Það á að setja sæti í hérna en tankurinn fyllti hérna allt rýmið sem var notaður og ástæðan fyrir hún bjargaðist var svo að hún var notuð fyrir áburðarflug yfir eyðimerkurnar hérna fyrir norðan og sunnan sem dreifa áburði og fræjum fyrir landgræðsluna. Nú hérna frammi er mikið rými, hérna voru siglingafræðingur og þessi gluggi sem er hérna upp í loftinu, það er svolítið gaman að útskýra það fyrir fólki að þetta er ekki útsýnisgluggi heldur þetta fyrir stjörnuskoðun til að nota sextant upp í stjörnur og sólina til að vita hver menn eru staddir. Nú kom ég svo hérna fram í. Icelandair sem tók vélina í gegn, reif panelinn, sætin og allt úr henni og gerði og málaði allt aftur eins og þetta var gamalt. Það sem ég sjá hérna er að í mælaborðinu er þetta allt saman stríðið. Þetta er bara orginal mælanir. Er það eina vélin sem er til þetta þessu? Það er til einu á Íslandi og það er alveg ótrúlega skuli vera til. Það eru til 5 á Norðurlöndunum flughæfar og 20 í allri Evrópu. Það voru sko mörg 100.000 framleiddir af henni. Flugvirkjanemarnir sem eru hérna hjá okkur á hverjum vetri, þeir fara í gegnum ársskoðun á henni og þeir líklega á ævinni munu aldrei aftur koma með í svona nálægt svona gersemi eins og þessi vél er. Hér sjáum við FIS sem er bara hefur þá kategóri því sjáið að hún er ekki með TF og bókstafi, heldur er hún með tölustafi, þannig að hún er innan við 480 kíló í heild og þess vegna er minni kröfur á henni. Við köllum þetta svona fljúgandi lag. Það er allt svona frekar einfalt í þessu. Fyrsta vélin sem að flugfélag Íslands, eða Icelandair sem er núna gangandi, sem hétt flugfélag Akureyrar þá, eignaðist var að þessari gerð sem við erum hérna með núna. Þetta er Vakko. Hún er flughæf þessi og flýgur núna á sýninguna eftir. Og það er Kristján Þór sem er eini maðurinn sem að menn treysta til þess að fljúga henni. Þetta eintak sem við erum í hér er bara örfáin serialnúmerum frá vélinni sem kom hingað 1937 og var í eigu flugfélags Akureyrar. Hún var þá á flotum og flotholtum og þetta er algjör demantur, þetta er 2 tvívængja eins og við sjáum og það komust 3 farþegar í hana og hún var notuð í síldaleit og allt mögulegt og var mikið og Agnar Fúfur Hansen kom þessari vél hér í gang og
og fékk aðstoð frá kaupfélaginu, hjá Vilhjálmi Þór kaupfélaginu. Og gaman að sjá hérna framan í hérna að eins og í þristinum eru mótorarnir stjörnuhreyfill. Það er að segja, í þessari eru 7 stjörnu hérna, eru 7 stimplar, þetta er stjörnuhreyfill og stjörnuhreyflar eru byggðir þannig upp að þeir eru alltaf oddatala. Þeir eru 3, 5, 7, 9, 11. Þegar vélarnar verða fullkomnari, þurfa meira afl, að þá röðum við fleiri sílindrum fyrir aftan. Og til dæmis í vélunum sem kastaði kjarnorkusprengjunni á Hiroshima, B-29, það eru 4 raðir af sílindrum fyrir aftan hvert annan til þess að búa til nægilegt afl til þess að fljúga upp í 40.000 hæð og forþjappa og allt mögulegt. En það er gaman þegar maður heyrir hljóðið í þessum stjörnuhreyflum hvað það er ofsalega ólíkt venjulegum hreyflum. Eins og þið sjáið er ekki mikið pústurur, það eru eiginlega bara púsgreinarnar hérna út. Það eru bara hérna út. Hérna stöndum við eina af sjúkravélunum, það eru Kinger, Beechcraft Kinger. Þessar vélar eru jafnþrýstar, þær geta farið upp í mikla hæð og eru mjög hraðfleygar. Og sjáum hérna meira svo skinnin á þeim að hún er búin að fara margar flugferðir þessi. Hérna þessi gula sem við sjáum hér, hún er Kitfox. Þetta er heimasmíði vél. Sjáum líka á númerin á henni, það er tölustafir á henni, ekki bókstafir. Og þessi vél er líka það sem flokkast undir að vera FIS. Hún er sem sagt innan við þessi 480 kíló með öllu. Köbbin litli þessi hérna, guli, er hérna hönnuð og smíðuð á stríðsárunum og er hönnuð sem þjálfunarvél og er fyrir 2, fyrir flugkennarann og nemann. Og þetta er svo einföld vél og skemmtileg að það er svo gaman að hún er ennþá við, sko. Það þarf að snúa henni í gang með höndunum, það er ekki startar í henni og mótorinn malar hérna alveg eins og kettlingur og dásamlegt að fljúga í þessu. Og menn sem að læra á þessu vél þeir elska hana alla ævi. Hérna erum við með RB211 sem er þoturhreyfill úr Jumbo þotum, það eru 4 svona í Jumbo og TriStar var líka með svona mótor. Þetta er einn af fyrstu mótorunum þar sem þeir taka þoturhreyfill sem er inn í miðjunni, hérna bara kjarninn í miðjunni og blása eða þétt pakka köldu lofti utanum. Þetta er vegna kröfunar hérna að minnka hávaða frá þotuhreyflum. Þarna býrðu til raunverulega hljóðkútu utanum með köldu lofti, utanum þoturhreyfilinn og þú ert að blása, þú ert að nota orkuna úr hreyflinum í leiðinni til þess að ýta vélinni áfram með að blása lofti. Áður fór vonum með bara með brennsluhólfið og þrýstu loftinu aftur úr. Og er þetta bara eðlileg stærð á mótor? Þeir eru miklu stærri. Þetta er sko lítill mótor í dag með 777 mótorinn, hann er sko örugglega helmingi stærri, ekki alveg kannski. En í honum eru títanblöð, þetta er títan og það kostar $2.000 kílóið af því. Þetta er hreyfill úr þristi. Það voru framleiddir 170.000 svona mótorar í Bandaríkjunum, Pratt & Whitney framleiddi þetta fyrir margar gerðir flugvéla. Þetta er 1260 hestafla mótor og er með forþjöppu með svona viftu sem að dælir. En þetta er eins mótor við sjáum inn í þristinum. Og við gerðum þennan mótor upp hérna, hreinsuðum hann, rifum stimplan úr honum og hreinsuðum hann og máluðum alveg inn úr. Hann er algjörlega óflughæfur, það er ekki eins og mun aldrei verið settur í gang og ástæðan er svo að heddin eru úr áli og þau eru orðin það tærð og hættulega ef menn hugsanlega draumum það að setja í gang, þá er mjög líklegt að hann er sprengt af sér heddin. En hérna sjáum við í þessu mótor tvöfalda raðir af sílindrum. Hérna eru 2 7-raða sílindraraðir og þetta gengur allt inn á skaft sem er hérna inni og skilar aflinu út. Logey er með verkfæri fyrir alla sem gera kröfur gæði. Logey, Vesturvör 7, Kópavogi. Við hjá bílaverkstæði KS erum stoltir ef við að nota mótor. Hjá okkur er málið einfalt.
Framtíðin er ljós, engin kopar, bara ljósleiðari. Tengir HR, fjarskiptafélagi eigu heimamanna, við tengjum þig við nútímann. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is. Jósera er fullkomið hundafóður fyrir alla hunda.